hérna eru komin inn dæmi sem ég ætla að taka í vor, svona stærri dæmi þar sem verður einhver svona virkni sem meira en einhver sértæk dæmi í fyrirlestri. Og þetta verkefni sem við byrjuðum á í seinasta tíma en náðum ekki að klára. En þau breyta öll möppu af Markdown skrám yfir í möppu af HTML skrám og gera á ferna vegu. Fyrsta hérna með synchronous aðgerðum sem eru nota þá synchronous aðferði sem að Node býður upp á, eins og read file sync og read dir sync og write file sync, sem eru þá að keyra þessar aðgerðir sem við skoðum í seinasta tíma en gera þær explicitly blocking. Þannig að ef við keyrum þetta þá mun þetta kall hérna blokka alla aðra Node-keyrslu og meðan það lesi upp úr skráarkerfinu hvað inn í MD-möppunni. Þannig að þetta ekki leiðin sem við erum að nota. Þetta eitthvað sem við getum gripið til ef við erum að flýta okkur og erum að gera eitthvað svona one-off forrit sem við munum keyra sjálf bara í command line eða eitthvað. En ef við erum að fara að gera eitthvað sem aðgengilegt yfir network eða eitthvað, búið til netþjón sem gerir svona, eða vefþjón, þá viljum við alls ekki gera svona. En síðan næsta útgáfan þessi sem við gerðum hérna á seinasta fimmtudag, sem að nota callbacks með þá þessum hérna read file föllum sem taka við callbackum. Og síðan önnur útgáfa þar sem búið að refactora þetta því að hérna þessi, þegar við erum með kóða sem svona, sem með mörgum lokunum á svigum og curly brackets í einu, þá það svona, við erum farin að vera svolítið, kóðun okkar farin að vera svolítið vel nestaður og að gera kannski of mikið. Og þá einlega refactoran yfir í að vera með einhver föll sem gera þetta. Þannig hérna eitthvað read fall og write fall og síðan höfum við ennþá þennan inndrátt þegar við erum að gera þetta í gegnum callbacks, en það aðeins minnum að vera hérna, þannig að það aðeins auðveldar að lesa hvað við erum að vera. Við viljum lesa, skrifa og svo logga út hvað gerðist. Síðan kemur þriðja leiðin sem að nota promises og þá getum við nota hérna util promisify til þess að útfæra promisify eða útgáfu af föllunum frá FS. Þá verður þetta aftur kannski að einhverju leyti lesanlegra en einhverju leyti líka smá flókið. Af því að hérna þetta sem við stoppuðum á í seinasta tíma, þar sem við viljum fá bæði fæleimið og gögnin úr skránni saman tilbaka í gegnum eitt promise eða gegnum eitt then. Þannig að þá þurfum við hérna að búa til okkar eigið promise og resolva það síðan með skránni sem við vorum að biðja eða vorum að lesa ásamt gögnunum úr henni. Þannig að ef við myndum bara skilja gögnunum hérna, þá myndum við lenda í vandræðum þegar við myndum fara yfir í þetta hérna promise sem tekur bara við data, eða sérlega tekur við fylki af data sem eru þá upp gögnin úr öllum skránum sem við lásum upp. En hérna mun þetta verða fylki af hlutum, þar sem hver hlutur inniheldur file og data. Hérna. Þannig að þetta svona einhverju leyti flóknara en einhverju leyti líka lesanlegra og einhverju leyti þægilegra að viðhalda þessu. Þegar við erum að vinna með promise þarna, þannig að við getum haldið áfram að bæta við hérna then. Þannig að þetta hérna dregur úr inndrættinum sem við sáum í callback-dæminu og skiptir upp í þessar blokkir þar sem við erum að gera eitthvað. Og síðan. Lesa upp úr dægrætturinni og síðan lesa allar skrárnar. Og síðan skrifa ofan í allar skrárnar með þessu hérna write promises sem að notar map til þess að mappa yfir þá upplesnu skrárnar frá því hér og búa síðan til annað fylki af lestrar promisum, hérna skrif promisum sem þá að segja þetta verður fylki af promisum og við viljum bíða eftir því að öll þessi skrif promise klárist og þá segjum við, hey, við skrifum svona margar skrár. En síðan seinasta útgáfan sem notar að syncavate í raun orðin bara nákvæmlega eins og synchronous útgáfan fyrir utan það að við þurfum að bæta við hérna þessum await og við þurfum að vera með promisifæða útgáfu af þessum föllum. Þannig að ef við berum saman hérna þá var þetta skemmtilega. Ef við berum saman
Lókum þetta hérna niður. Og berum saman hérna, þá erum við með data, read file, sync, read file, async með await. Síðan md, marked, nákvæmlega eins, new file name, new path, nákvæmlega eins. Og síðan write file sync, en hérna await, write file async. Þannig að þetta augljóslega svona minnsti kóðinn hérna með við eins og promise-útgáfuna sem verður svona lítur út fyrir að vera alveg rosalega over-engineered með við verkefni sem við erum að leysa. En samt sem áður að leysa verkefnið alveg eins góðan ef jafnvel ekki betri máta. Þegar lesanleiki kóða eitthvað sem við ættum alltaf að reyna að hafa sem mestan af því að við eyðum miklu meiri tíma í að lesa kóða en að skrifa kóða. Þannig að þetta eru svona þessar 4 leiðir, 3 sem við ættum að getum notað og einn sem við ættum alls ekki að nota þessi synchronous leið til þess að gera í raun nákvæmlega sama verkefni. Af því að allar þessar útgáfur hérna leysa nákvæmlega sama verkefnið og það má alveg færa rök fyrir því að nota þær allar í sínu konteksti, þá virka þær. Ég get alveg ef ég væri bara eitthvað hérna, ég hef 10 mínútur til þess að skrifa eitthvað sem að þarf að gera þetta þegar ég þarf bara að leysa eitthvað verkefni 1, 2 og 3 og ég mun aldrei nota þennan kóða aftur, get alveg notað þess að synchronous aðferðir bara til að geta hamrað út þennan kóða. Ef við erum að fara að vinna í teymi með fleiri manns og þetta eitthvað verkefni sem við sjáum fram að muni lifa í fleiri ár, þá vil ég náttúrulega reyna að byrja á mjög góðum grunni sem ekki að nota eitthvað vitleysu. Já, en að efni þessara viku, þá ætlum við að fara yfir einingar, bæði þessar sem við erum að sækja og vinna með af gegnum NPM og hvernig við skrifum okkar eigin. Og síðan ætlum við að skoða eins hvernig við getum nota Node bara eitt og sér til þess að búa til network tengingar og setja upp TCP-þjón og HTTP-þjón og svo seinasti parturinn verður að hvernig við getum notað Express sem NPM-eining til þess að setja upp svona meira solid grunn að vefverkefni og við munum nota Express þó nokkuð mikið en byrjum á því að fara yfir einingar. NPM pakkastjóri sem fylgir með Node og bara fyrir JavaScript. Ef við erum að nota JavaScript einhverju leyti, bæði í framenda og í bakenda, þá NPM staðurinn sem við viljum sækja pakkan okkar. Og þetta eins og þeir sem búin með Web-Fortran 1, þá notum við þetta til þess að setja upp ýmis tól. En við getum líka sótt pakka sem hjálpa okkur á bakenda, ekki bara framenda, og svo getum við búið til okkar eigin pakka og publisað þeim á NPM og leyft öðrum að nýta það sem við höfum gert. En pakkastjórar leysa þetta almenna verkefni sem að ég þarf að sækja eitthvað forrit og ég þarf að setja það upp á tölvunni minni og ég nenni ekki að vera að fara eitthvað á Google eða fara á eitthvað VF, finna hvað rétta útgáfan fyrir mitt stýrikerfi, sækja hana, keyra eitthvað install forrit og síðan keyra forritið. Þetta getum við bara keyrt eina skipun sem veitir okkur aðgang að þessu forriti og með NPM þá gerir það líka þetta að skrá það hvaða forrit eru verkefnin okkar að nota. Slökkum þessu, ekki að taka upp. Jú. Og þá vitum við hvaða forrit verkefni notar, þannig að þegar við erum að vinna í teymi þá getur ykkur annar komið inn, gert npm install og þá eru allir pakkar sóttir sem að forritið notar. Og það alveg ótrúlega mikið af npm pakkum, þeir fóru í desember yfir 800.000 og þeir eru misgóðir og misvel viðhaldið og þeir geta valdið okkur mikilli angist þegar við erum að nota þetta því að þegar við sækjum svona pakka þá erum við að búa til dependency frá okkar kóða á þennan kóða. Þannig að við erum að treysta einhverju forriturum út í heimi til þess að vita hvað að gera og vita hvað alltaf sem að gera þegar þeir uppfæra pakkana. Og alltaf þegar við tökum á okkur dependency þá viss áhætta á því að þetta bara eigi eftir að brotna eða gera eitthvað og við höfum ekki stjórn. Því að svo sem við dependum á aðilinn sem getur lagað þetta. Við getum ekki farið og lagað einhvern pakka á NPM.
Við getum jú forkað hann, lagað hann og búið til pull requestu og vonum að það lægist, en það er yfirleitt ekki það sem fólk gerir. Yfirleitt er fólk bara eitthvað, hvað er að þér? Af hverju virkar þetta ekki? Og svo getur þetta ekki bara gerst við kóðapakka, heldur getur þetta líka gerst ef við erum að treysta á einhvern annan gagnagrunn. Gagnagrunnurinn getur bara hrunið. Hann er orðinn dependency sem veldur því að kóðun okkar, eins góður hann er, getur bara klikkað. Og til þess að skrá þetta, þá notum við package.json, eða þá notar npm package.json og skráir þá nákvæmlega hvaða útgáfu við notum á þessum tímapunkti. Og hérna er þetta er jú við 800.000 hérna, þetta er alveg að fara hérna, þetta er alveg þessi hraði, eða þessi vöxtur er ekki að, það er ekki að hægja á honum, en jú, kannski aðeins, þetta er ekki alveg svona hockey stick hérna, en það er allavega, þetta er ekkert að hægja mjög mikið á þessu. En þegar við sækjum pakka af npm, þá notum við npm install og þá sækir npm eða athugar hvað er nýjasta útgáfa af pakkanum sem við vorum að biðja um eða módúlnum, ef hún er ekki til, þá segir hún bara að það er ekki til. Sækir þessa útgáfu og síðan er hún bara athugað að það verður til dependency tree sem segir til að við erum að biðja um pakka A sem þarf pakka B og hann þarf pakka X og hann þarf pakka Z og svo þarf að finna allt þetta tré og sækja alla þessa pakka sem allir þessir pakkar þurfa, þannig að þetta verður alveg gífurlega mikið sem er verið að sækja stundum. Og þeir eru flattir út eins og hægt er, þannig að það verður til undir node modules bara fullt af möppum með pökkum sem síðan npm kann að vísa rétt á milli og búa til vísanir, þannig að þegar einhver pakki segir ég þarf að require þennan pakka, þá resolvar npm það rétt. Og þessi mappa þar sem hún verður alveg risastór, þá geymum við hana ekki í source control, þannig að hún er alltaf tiltekin í git ignore eins og í okkur þegar við erum að nota git. Og það sem npm gerir líka er að útbúa hérna package.lock.json file sem segir þá til nákvæmlega hvaða útgáfu þessi dependency-unum okkar sóttu. Þannig að þá fáum við JSON skrá sem myndar svona dependency treeð. Og ástæðan fyrir þessu, já, hérna þyngdin á þessu, mér finnst þetta alltaf fyndið. Hvaða node modules mappan er þyngri en svart og þetta er ótrúlegt. En hérna það sem getur gerst síðan, það sem að gerist hérna eins og fyrir þetta verkefni sem ég nota til þess að halda utan fyrirlestruna, þá er til package.json skrá og hún segir hérna dependencies hvað er verið að nota. Og þið sjáu hérna, ég er rétt byrjaður sko, og þetta er 7780, já, herri, ég ætla að skipta þetta, þannig að nú sjáum við aðeins hvað er að gerast hérna. Og ég veit ekki hvað sko 1/50 af þessum pökkum er. Þetta er í raun fyrir þessa pakka sem ég er að nota, ég er enda búin að bæta við nokkrum hérna. Þá eru þetta pakkar hérna sem ég er að nota sérstaklega fyrir þetta verkefni. Eina svona raunverulega dependency þetta keiri er þetta reveal md sem leyfir mér að keira þetta markdown skrár sem slæður. En svo einhver aðra skrár hérna. Og hérna segir þetta nákvæmlega hvaða reveal md hérna requires og hér koma þessar hérna sem þetta þarf. Þannig að þetta þarf highlight.js. Þannig ef ég leita að highlight.js þá er það hérna og það er eina dependency fyrir þennan pakka, en ef það er eitthvað annað eins og Lotus sem margir pakkar nýta, þá eru margir pakkar sem nota hann inn í öðrum pökkum, þannig að þetta verður kannski 40 pakkar þarna sem allir dependa á Lotus og þá reynir npm að færa það yfir á þetta hérna level, þannig að hérna einhvers þar er Lotus þannig að þetta er alveg svo mikið. Þannig hérna er Lotus og þá sjáum við inn í því er alveg gífurlega margar JavaScript skrár. Gífurlega margar. Þannig að þetta er hérna, já, þetta er áhugavert ekosystem. En útgáfunúmerinn sem við sjáum hérna
2,4,1 fylgja skema sem heitir semantic versioning eða semver sem segja þá að þetta major, svo minor og svo patch útgáfunúmer. Og major útgáfunúmerið aðeins hækkað ef við erum að gera einhverjar breytingar sem að brjóta API-ið okkar sem nú til. Þannig að ef ég með útgáfu 2 sem með fallið foo og ég breyti því yfir í foo bar, þá mun ég hækka major út af því að ég að fara að brjóta API-in. Þannig ef þið dependið á útgáfu 2, myndi við fara í útgáfu 3, þá myndi kóðun eitthvað brotna út af því að ég breyti því hvernig sá kóði settur upp. Ef hins vegar ég ætla að bæta við virkni sem að brýtur ekki þessa virkni, breytingarnar mínar eru backwards compatible, þá get ég hækka bara minor version númerið. Þannig að þá get ég sagt 2,2 með nýri virkni, en öll virkni sem var til staðar í 2,1 og 2,0 ennþá til staðar. Og svo patch ef við erum að laga villu án þess að brjóta. Og það þá aftur þetta backwards compatibility. Þannig að það aðeins ef að major version númer hækkað, það sem að takki á að brjóta backwards compatibility. En svo náttúrulega fólk að gefa út þennan hugbúnað, þannig að ég hef oftar einu sinni, 2, 3, 4, 5 sinnum, ég hættur að geta talið, lent í því að það eitthvað minor patch einhvers staðar í einhverjum pakka sem brýtur verkefnið mitt. Og það bara eitthvað, ég veit ekki af hverju þetta og þá bara verið leiður og segi eitthvað, laga eitthvað svona, en það alveg rosalega erfitt að debugga stundum svona, að því maður veit ekkert hvað þetta og maður þarf að fara að grafa sig inn í einhverja pakka og vita hvað brotnar. Fara fullt af einhverjum GitHub síðum og vera, En til þess að koma, til þess að mitigata þetta, að maður lendir ekki í því að vera óvart gera npm install á mánudegi með eitthvað sem virkaði á föstudegi og það brotnaði allt í einu, þá getum við skilgreint hvaða útgáfur við erum tilbúin til að taka á okkur, eða hvað npm á installa fyrir okkur. Default þá segir npm útgáfunúmerið sem við sóttum með karakter fyrir framann og það þýðir að við viljum sættum okkur útgáfur sem hækka ekki fyrsta, ekki 0 tölustaf lengst til vinstri. Þannig að ef við segjum caret 1, 2, 3, þá munum við fara alveg upp í 193 og þetta mun líka ekki fara upp í næsta major útgáfu. Og þetta einhverjar flóknar reglur hérna þetta. Það ekki sérstaklega flóknar, það bara svona að vita hvernig það virka. Þegar við getum líka sett tildu fyrir framan sem skilgreinir eitthvað annað og svo getum við líka sleppt í bara skilgreinir þetta hérna og sagt ég vil bara útgáfu 1,2,3, engar aðrar útgáfur. Og það oft ein lausn á þessu uppfæra og allt í brotnar allt. Af því að þetta, getur verið mjög leiðilegt að ætla að fara að útfæra eitthvað og þurfa að eyða hálfum degi eða einhverjum tíma í það að fara að laga eitthvað svona sem virka og vera hætt að virka. Þannig að þá oft góð regla að skilgreina bara þessar nákvæmu útgáfur og svo bara fara inn og nota ákveðin tól sem eru til staðar eins og í npm. Þannig að ég get farið núna og í þennan pakka sem ég með hana og ég get sagt npm outdated. Þá mun npm kíkja, þú ert að biðja þessa hérna pakka og hérna ein útgáfa þar sem að þú ert með 406 og þú ert að biðja 406 en það komin útgáfa 5.0. Þannig að þá vil ég hugsanlega fara núna og uppfæra þetta dependency þannig að ég sé ekki lengur með eitthvað sem túlkað sem outdated. En síðan annars svona tipp, það aldrei að uppfæra í 0.0 útgáfu, aldrei fara í 5.0.0 af því að það eftir að koma 5.0.1 sem lagar einhverja bugga og svo eftir að koma 5.0.2 sem lagar bugga í þeim buggum og þetta eins og með stýrikerfi, aldrei uppfæra beint þegar stýrikerfi vill að uppfæra þetta, það mun eitthvað sem notið brotna. Þannig að það alltaf gott að vera bara svolítið svona rólegur í þessu þegar maður uppfæra. Þannig að þetta það sem ég var að fara yfir áðan en package lock fer í source control út af því að það tryggir það að þegar einhver annar kemur að verkefninu þá mun hann fá í flestum tilfellum sömu útgáfu af öllu dependency tríinu og við vorum með.
Og svo þessir ókostir hjá NPM sem eru alltaf fleiri og fleiri eftir því sem að tíminn líður. Frægasta tilvikið þar til núna í nóvember var þegar að forritari var reiður þegar hann hafði gefið út pakka sem var með nafni á einhverju fyrirtæki. Fyrirtæki hafði samband við hann og sagði, hei, við heitum þetta sem pakkiðin okkur langar til að gefa út eitthvað á NPM með þessu nafni. Og hann sagði bara, nei, þetta minn pakki, látið það vera. Og fyrirtæki fór síðan til NPM og NPM sagði, jú, ok, þið eru að hóta okkur að lögsækja okkur eða gera þetta, þannig fáið þennan pakka. Og þá var forritarinn mjög reiður, hann var mjög reiður, og tók alla pakkarnir sína, sem voru eitthvað 5.000 eða eitthvað fáralega produktiv forritari af NPM. Og einn af þeim var leftpad sem var pakki upp á einhverja 10 línur sem að leftpadaði tölur, þannig að við vorum með töluna 10 og 1 og þau vildi að 10 og 1 myndi að læna saman, þannig að það myndi að fá 0 fyrir framan ásinn, fá 0,1 og það það sem leftpad gerir, eða þú vilt bara jafna línubil og setja space fyrir framan þannig að línu verið jafn langar og hann alltaf fjarlæði þetta og það voru bara 1000 pakka sem að dependuðu á þetta og þeir allir brotnuðu. Það einhver gerir NPM install og NPM sá, hei, þú ert að dependa á leftpad, ég ætla að fara á NPM og sækja leftpad, hei, það ekki til pakki sem heitir leftpad og þá bara kastaði NPM villu og og þetta var mikið kaos, þá fóru bara serverar að hætta að virka og fólk var að hætta að geta forritað og já, mikil krísa. Þannig til NPM bara restóraði þessum pakka og passaði það núna ef að pakkin dependaði á pakkaðina of mörgum, þá mátti ekki bara eyðunum. En síðan það sem gerist núna í nóvember og þau sem voru í webforritun 1 kannski lentu þess í núna að þá var annar svona pakki, annar einhver mjög duglegur forritari sem var með marga pakka sem var hættur að nenna að viðhalda. Að það oft svona með duglega forritara, þeir eru svona laser focus, þeir leysa eitthvað verkefni og alveg hamra út kóð, það eru mjög áhugasamir það. Þessi kemur bara eitthvað nýtt shiny og þeir elta það og svona eitthvað, sorry, gömlu pakkar, ég kannski reyna að laga eitthvað seinna. En þá voru pakki sem heitir Event Stream, held ég, eða Map Event Stream eða eitthvað svona, sem vinnur með strauma. Og það hafði ykkur bara samband og sagði, heyrðu, ég sé út með að pakka þetta, fullt af issueum og pull requestum og eitthvað svona, og ég ekki bara taka yfir þetta fyrir þig og bara laga þetta og ég skal bara, það þarf ekki að svona pæla í þessu. Bara eitthvað frábært, jú, ég er open source committer og ég er með fullt af open source verkefnum og það er rosalega erfið og ekki, svona, fólk verður frekar reitt við þig en þakklátt fyrir vinnuna sem þú ert að vinna. Þannig bara takk kærlega og eru skrifréttindi í rebóið mitt og réttindi til þess að publisha á NPM og allt. Og síðan fór viðkomandi og setti inn kóða sem rendi krypto-walletum frá fólki inn í pakkan og svo fór fólk að installa þessu og það fór bara að, reyna að athuga þig, las allan diskinn, reyndi að finna walletið þitt og reyndi að finna private keyinn og sendi það síðan á einhvern server einhvers staðar í Rússlandi eða eitthvað og reyndi síðan bara að stela og það, að þetta var bara obfuscataður kóði sem kom bara í gegnum eitthvað svona eftir krókaleiðum inn á GitHub og það tók enginn eftir þessu í einhverja daga eða jafnvel vikur eða eitthvað. Og svo var fólk bara installað og svo komst það þessu og það var mjög gaman. Og þannig að svona getur gerst. Og það var meira sér búið, það var einhver búinn að skrifa grein það, hvernig væri hægt að framkoma svona large scale attack á þetta. Og það var bara einhver sem las þessa grein og sagði, ok, góð hugmynd, ég ætla að fara að útfæra þetta. Og það gekk. Þannig að dependencies hafa ýmsa kosti en líka ýmsa ókosti og þess vegna svona, þarf ég í alvörunni þetta dependency? Get ég skrifað hana kóða sjálfur? En ok, þá eru svona með þetta NPM, það er eitt, en síðan þegar við viljum fara að forrita þá getum við og við ættum að skipta forritunum upp í einingar af því að þá verður auðveldara fyrir okkur að hugsa forritun okkar og auðveldara að vinna með flækjustigin og þetta oft bara aðal verkefni okkar sem forritara. Það bara að einfalda það hvernig við getum hugsað hlutina. Þannig ég get tekið flókið forrit sem orðið 1000 línur og ég get splittað þið upp í 4 skrár, alla sem gera einhvern ákveðin hlut og alltaf þegar ég hugsa mér ákveðin hlut sem einhver eining gerir, þá get ég bara hugsað einingin gerir þetta. Hún bara black box sem sér þetta fyrir mig og ég bara með eitthvað API á hana, ég sæki eitthvað, ég kalli eitthvað fall og hún skilur með einhverjum gögnum og ég get einbeitt mér að einhverju verkefni hér í staðan fyrir að reyna að halda í alla þessa fræði í 1000+ lína skjalinu mínu.
Og Node kom með nokkrum einingum hann eins og við sáum hérna FS eininguna, en við getum sótt aðra í gegnum npm eða skrifað okkar eigin. Og einingakerfið í Node eins og það í dag byggir á einingakerfi sem heitir CommonJS, og það svona sjálfsprottið þegar fólk fór í svona að vilja búa til endurnýtanlegar einingar hérna fyrir 10+ árum. Og þetta einingakerfi hleður einingrunum synchronously, sem þýðir að það er bara blokkað menn að leita í hvaða eining þetta og hún sótt og hún pursuð, JavaScript-túlkurinn parsar hana til þess að vita hvert formið á kóðanum inn í einingunni og hvað exportar einingin, hvað gefur hún aðgang að. Og það notar export lykilorðið sem við síðan notum og sækjum með því að nota require lykilorðið. Þannig að við notum hérna senast tíma require fs sem sótti fs file system eininguna úr Node Core og leiði okkur að ná í full á henni. Ég nota module.exports hérna lykilorðið. Og þá, þegar við viljum búa til eitthvað svona, þá skrifum við okkar kóða og við segjum síðan module.exports eitthvað sem við viljum gera aðgengilegt. Og þá getum við gert eitt JavaScript gildi bara aðgengilegt, bara tölur eða strengi eða eitthvað. Eða við getum, af því að föll eru gildi, þá getum við gert bara fall aðgengilegt. Þannig að þá myndi þetta hérna skila því að einingin okkar exportar einu falli. Eða hún getur exportað einhverjum hlut. Og þá getur hluturinn haft aftur einhver gildi sem geta verið fall eða geta verið hlutir og þannig getum við exportað eins miklu flækjustig og við viljum. Og við getum skipt síðan kóðunum okkar bara fysiskt eða á skráa leveli upp á nokkra vegu. Við getum haft eitthvað stakt skjal sem við köllum til dæmis app.js eða við getum haft möppu sem með einhverju ákveðni virkni og inngangspunkturinn í þessa möppu sem er eins og main skráin fyrir hana sjálfgefið kölluð index.js sem þá eins og index.html. Þannig að hún mun vera notuð. Ef ég segi require einhver mappa, þá mun vera aðtúað til index.js í henni, ef svo þá notum við upplýsingar úr henni. Eða við notum möppu og skilgreinum í package.json undir main lyklinum einhvern annan inngangspunkt inn í kóðan okkar. Þannig að þá getum við yfirskrifað að það sé ekki index.js, heldur sé það app eða main eða eitthvað. En síðan sækjum við pakkana eða skilgreinum ef við þurfum þá með require og þá segjum við require og einhver strengur sem slóðin á pakkan. Og við þurfum ekki að skilgreina .js til þess að sækja JavaScript skrár, það er gert ráð fyrir því, en við getum hins vegar gert .json og þá JSON sótt fyrir okkur. Og þau eru líka þáttuð og þeim skila þá sem alvöru JavaScript hlut. En annars mun Node.js leita eftir ákveðinni reglu eða heuristic. Ef að strengurinn byrjar á punkti eða punkti forward slash eða forward slash eða punkti forward slash, þá leitað hérna með punkti forward slash í sömu möppu og skráin sem að require. Þetta eftir nákvæmlega uppgefinu slóð, þannig að þetta eins og þegar við erum að nota imgsource þegar við vísa einhverja skrár, þetta notar sömu relatíft og absolutt reglur. Eða punktur, þá leitum við í möppinu sem fyrir ofan núverandi möppu. Annars, þá athugað, þessi strengur einhver pakki sem til inn í Node modules möppunni í möppunni sem að skjalið sem að biðja þetta í. Ef ekki, þá farið upp eitt level, Node modules mappa hér, ef svo þessi pakki þar, ef svo þá honum skilað og síðan kollið þangar til að ekkert finnst. En í Webfortran 1 núna fyrir jól, þá skoðum við aðeins import og export í lok námskeiðisins, en það leið sem að ECMAScript skilgreinir í ECMAScript 2015, ECMAScript 6, og notar lykilorðin import og export. Og almennt séð ekki komið nógu góður stuðningur við þetta í bæði Node og í vöfrum. En það experimental stuðningur við þetta og þá þurfum við að keyra forritun okkar með flaggi sem segir kveiktu á þessum stuðning með experimental modules. Og þá
köllum við í skrárnar og við verðum að skýra þessar .mjs. Þannig getur Node vitað hvort að það eigi að leita inn í þessu skjali að import-export eða að modules-export. Og flækjan sem veldur því að stuðningurinn er svo lítill það að það verið ekki að hlaða einingunum synchronously, heldur asynchronously, sem því að við getum í raun verið að require á keyslutíma einhvern kóðabút og þá þarf Node í raun að vita hvernig á það bara yfir höfuð að virka og hvernig á það að virka með öðru módulkerfi sem synchronous. Þannig að það flækjan hana. Þannig að þá verður þetta svona, við getum exportað úr skrá einhverju default gildi, default hlut, falli eða streng eða tölu eða eitthvað laus. Þannig hérna eða við getum gefið nefnd export. Þannig hérna erum við að exporta gildi sem const gildi sem heitir nákvæmlega bar. Síðan þegar ég sæki þá get ég sótt default exportið úr export skránni, ef þessi skrá hérna export.js og þá mun þetta importa foo sem þessu hérna, af því að þetta default, en ef við viljum sækja eitthvað sem named þá þurfum við að segja bar from innan curly brackets. Þannig þá getum við bæði fengið nákvæmlega þetta hérna bara sem bar eða ef að það myndi valda því að við verðum að skrifa yfir eitthvað aðra breytu eða við viljum bara þetta heita eitthvað annað, þá getum við sagt þessu as bars. Þannig núna mun bæði bar og bars í þessu hérna skrá sem keyrir þetta vísa í þetta hérna gildi. Þannig að þetta verður að vissu leyti skýrari syntax en þessi hérna import-export og þessi nefndu export líka ákveðin kostur þar sem við getum valið það sem á að sækja. Og síðan geta þessi kerfi verið með svona tree shaking, þannig að ég segi ef að ég importa einhverju hérna úr þessu skjali hér og ég nota bara þennan hérna þetta hérna gildi, þá þarf keyslukóðun minn ekkert að innihalda vísun í allan hinn kóðan í einingunni. Þannig að þá þetta að sleppa honum og minnka þessum pakkan sem þarf til að keyra forritið. Og við sáum þetta hérna í Webfortune 1 með rollup og við munum sjá þetta með Webpack þegar við förum í React og í Create React App, en þar að einhverju leyti svindlað út af því að öllu bara hlaðið inn synchronously, þannig að það ekkert verið að leysa öll þessi verkefni, en þetta samt að breytast mjög hratt og það bara verið að uppfæra hérna hvernig Node ætlar að tækla þetta verkefni og bara verið að breyta gír núna bara í byrjun þess árs eða lok seinasta árs. Ok, síðan þegar við erum búin að skrifa einhver forrit og við viljum veita heiminum aðgangaðan, þá það mjög auðvelt með NPM og eina ástæðunum fyrir því af hverju það svona rosalega mikið á NPM út af hvað rosalega auðvelt að publisha á NPM. Þá þurfum við að búa til notanda á NPM hérna, fyrir á npm.js og búin til notanda, skilgreina name á pakkanum okkar og version í package station og keyra síðan npm publish skipunina og þá pakkin okkar komin á npm og einhver annar getur sagt npm install nafnið á pakkanum okkar og þá kóðun okkar komin í þeirra hendur og þau geta gert það sem þau vilja með honum. Þannig hérna þetta að fara í login og sign up og skrá sig og með þessu hérna fær maður account, svo getur maður farið í command line, gert npm login og logga sig inn með þessum notanda og publisha síðan því sem maður vil. Síðan aðeins til hliðar við þetta við skjölun eininga, þannig að þegar við viljum skjala og setja fyrir og eftir skilyrði við allan kóðun okkar, þá getum við notað JS-doc sem svona skilgreind leið til að skjala einingar og föll í JavaScript sem byggir á og svipar svolítið til Javadoc og það gefur okkur fullt af svona keywords og alls konar svona til þess að hérna hvernig við getum dokumenterað einhvern klasa og svona fyrir þann kóða sem ég skila og þá reyni ég svona yfirleitt að vera búin að dokumentera hann á einhverjum enda tímapunkti og þá betra að nota eitthvað svona staðlað form en að reyna að búa eitthvað til sjálf. Svo þetta að sækja JS-doc pakkan á npm sem að útbýr skjölun fyrir verkefnið okkar og leitar í raun inn í bara öllum
JavaScript-skjölum og býr til bara documentation fyrir alla kóðan okkar út frá þessari skjölu. En ef við kíkjum á nokkur dæmi hérna fyrir modules, þá erum við með hérna þannig að við getum stækkað hérna aðeins og svona. Þannig að hér eitthvað skjal sem heitir modules.js og það segir hérna const a require module a, file require file, b og c. Og ef við rekjum okkur bara í þessu hérna, þannig að hérna er verið að vísa í ./module a sem þýðir að það leitar hérna í sömu möppu og modules í, finnur module a og finnur index.js skjal þar sem að mun þá vera, sá kóði mun vera sóttur og þannig að þetta hérna mun vera exportað úr þessu module a sem hlutur sem inniheldur eitt gildi, eina tölu, eitt streng og eitt fall. Þannig að þá getum við núna nota hérna a til þess að kalla í þetta. Þannig að við gerum núna node modules.js, þá mun það skila okkur hérna, ef við loggum út pakkanum, þá loggar það út þessu sem við sáum þarna og ef við köllum í þetta fall sem exportað, þá fáum við bara niðurstun út í falli. File síðan hérna, þannig að það mun leita aftur, til eitthvað sem heitir file.js eða mappa sem heitir file og hérna skrá sem heitir file. Hún exportar lambda-falli, eða anonymous falli hérna, sem þá skila bara streng og þá getum við kallað í það hérna með því að kalla í fallið. Þannig að ef við gerum þetta svona, ekki alveg svona, heldur svona, þá munum við núna fá hérna að þetta fyrra hérna, línu 10, að þetta exportar funksjoni og ef við síðan köllum í þetta funksjón, þá fáum við bara niðurstun úr því. Þannig að exporti getur verið öll gildi sem leyfð í JavaScript. Síðan fyrir B, þá farið hérna í module B og þá getur það aftur vísað í file upp eitt level og unnið með pakka sem þarna, þannig að pakkar eða modúlar sem við búum til geta vísað í aðra modúlar sem við erum með. Og þá segir þetta hérna, ég sótti úr file og þá kemur það sem það exportar og svo C hérna sem sækir þetta og þá erum við með package.json sem segir að main entry.punktur C app.js sem þá hérna og þá þetta eitthvað annað en index.js. Ef við keyrum þetta núna þá fáum við að þetta heitir ekki index.js. Og síðan hérna lokum þá erum við með JSON skrá sem heitir json.json og þetta í raun sótt hérna og núna parsað. Þannig að þetta ekki lengur strengur, þetta ekki JSON strengur, heldur þetta bara JavaScript hlutur sem búið að parsa úr þessum JSON streng hérna. En síðan fyrir import-export, þá höfum við þessi hérna, semikomi, þá erum við með þetta og ef ég fer hérna í modules, import-export og ég keyri bara node import, þá fæ ég bara einhverja villu af því að node þekkir ekki import-export syntaxinn. En þá þarf ég að segja hérna node experimental modules import og þá fæ ég hérna fyrst, þú varst að nota eitthvað sem experimental, þú veist ekki nota þetta í einhverjum production kóða, en þá fæ ég hérna foo, hello world og foo sem þá að sækja úr þessum hérna einingum, foo default exportið, bar í bæði skiptin nefnda exportið sem kemur þá hér. Þannig að síðan get ég farið hérna og farið inn í npm. Þar ég með einhvern pakka sem að exportar einhverju og hann á sér hérna nafn og hann á sér útgáfu
Nú ætlum ég að aðtöga hérna npm who am I. Nú er ég ekki loggaður inn á npm. Add user, username, password. Þannig að ef ég ger eitthvað mistök þá klippi ég bara út því ég er ekki með það gott minni. Þannig að er ekki allir að nota hérna password manager. Það er ekki sem hér. Þá giska ég á okkur password. En ef við erum ekki að nota password manager, þá mæli ég með að nota password manager. Yey, þetta var rétt líklega. En núna er ég loggaður inn hérna sem npm notandi minn, þannig að npm who am I. Þá er ég Ólafur Sverrir. Þá get ég gert npm publish og package name triggered spam protection, spam detection. Þannig að hann er áhugavert. Webforritun 2019, er það spammy? Cool. Þannig að núna er webforritun 2.2.0.19 pakkin komin upp á npm sem þýðir allir geta farið og notið hans. Og þá er hérna eitthvað sem þetta faraði fyrir hérna og þá get ég gert svona og þá get ég skipt þar eftir hérna farið inn í app og þá er þetta er ekkert hérna engin package.json skrá, þannig ég bý hana til hérna og gerir síðan npm install save webforritun 2019. Þá fer npm út, leitar að pakka og fann pakka sem er þá hérna þetta. Hvað er tróðan hérna núna? Eitthvað nýtt. Og þá er hérna node modules. Þá sjáum við hérna það er komin þessi pakki og hérna er þessi kóði sem ég sett inn og package.json fyrir pakkan minn sem lítur öðruvísi út en package.json sem ég gerði því að það er eitthvað sem npm er að managera núna fyrir mig, segja einhverjar auka upplýsingar, einhverjar auka metadata þennan pakka og hvernig hann var sóttur og eitthvað svona. En þá getur ég núna require þennan pakka og þá er ég ekkert að nota hérna neitt punktur eitthvað, heldur er ég að nota þetta og keyri node app.js og ég fæ hérna strengin úr hinum pakkan. Þannig að svona var auðvelt að publisha einhverju á npm. Ég gaf kóðunum sem ég er búinn að gera nafn, ég exportaði einhverju og ég loggaði mig inn á npm og ég gerði npm publish. Þannig að síðan get ég farið og gert eitthvað kannski að viti í þessum pakka og gert einhverja breytingar og þá get ég gert npm npm version major. Þannig að þá núna uppfærði npm pakkan minn og sett hann upp í version 1.0 og núna ef ég gerir sem sagt npm publish þá munur núna publish ekki lengur útgáfu 0.0.1 heldur útgáfu 1.0 og svo getur ég sett npm version minor þá er hann komin upp í 1.1 og svona get ég meðhöndlað hvað er að gerast þarna og ef við erum með hérna git sett upp í verkefninu þá munum líka tagga þessa útgáfu í git hjá mér þannig að þá get ég vita hvaða útgáfa er 1.1 eða 1.3 eða whatever og farið tilbaka og breytt og uppfært ef ég þarf að gera það í npm. Sem þýðir þá núna að það er hérna pakkar hjá mér hérna webforritun published 3 minutes ago og getur við séð ekki með allir að segja þetta fólk áhugavert þetta það er ekkert en svo fær maður hérna eins og ég ætlum í Weno organizationinu þannig að ég sé hérna alltaf pakkana sem við höfum gefið út þar og svo minn eigin hérna open source sem er hérna útgáfa 1.2 og það er gaman að það núna var einhver sem tók sér til núna í jólunum yfir jólin og bara eitthvað hei þetta er pull requesta ég er að nota pakkaðin og ég bætti við þessari virkni og ég bara hei cool og
gaf henni code review og sagði, hei, laga þetta og eitthvað svona, og svo mörgum við því og nú fleiri farnir að gera það, mjög skemmtilegt. En tökum pásu til svona 5 mínútur í.